Þetta hérna tiltekna tré, það hefur sýnir öll merki þess að það hefur átt við óblíð kjör að stríða, óblíða náttúru fyrstu uppvaxtarárin. Jarðvegurinn hefur kannski ekki verið alveg svo ákjósanlegasti, maður veit það ekki alveg. En hér hefur verið skjóllítið til að byrja með, vindar blásið haustkalið, sett maxið á tréð. En það hefur lifað þetta allt saman af. Og það var Jokum M. Eggertsson, bróðursonur prestsins og þjóðskáldsins Matthíasar Jokumssonar sem að byrjaði sína ræktun hér. Hann gróðursetti þetta tré einhvern tímann upp úr 1950, milli 50 og 60 og það má gera ráð fyrir að það sé svona það bil 65 ára gamalt, við vitum það ekki alveg nákvæmlega. Það er ánægilegt að það sé nú komið í hóp þeirra fjölmörgu trjáa sem hafa verið útnefnd tré ársins. Þetta er ekki stærsta tré sem hefur verið útnefnd, en það er merkilegt, það stendur eitt og svolítið stakt og hefur alveg sinn karakter, þannig að það er verðugur fulltrúi. Þetta er reyni sem hefur bognað eins og við sjáum, en hann hefur ekki brotnað. Hvað var Jokum að fást við hér? Hvað var hann að gera? Við lítum á hann sem hugsjónamann og brautryðjanda og hann hafði komið hér upp litlu gerði og það má sjá móta fyrir því hérna og mörg ykkar eru svona í jaðrinum á því. Og 1953 þá lýsti hann þessu sem skógræktar uppeldisstöð. Jokum komst í snertingu við boðun Baha'u'lláh og fyrstu árum trúarinnar hér á landi og var meðal fyrstu Baha'an hér á landi. Hjá honum vaknaði sú von að það samfélag hefði skilning á tilgangi ræktunarstarfsins og myndi taka við kyndlinum. Hann lést 1966, 16 árum eftir að hann hófst handa hér. Í erfðaskrá ánafnaði hann Baha'i samfélaginu skógarjörðina og lýsti þeim vilja sínum að tilvitnun haldið verði áfram byrjunarverki mínu og ræktunarstarfi. Björg Karlsdóttir var hér staðarhaldari árabil meðan hún starfaði sem leikskólakennari á Reykhólum og skapaði þannig tengsl við Reykhóla. Hún er núna í Færeyjum. En af öðrum ólöstuðum þá hefur Böðvar Jónsson lyfjafræðingur lyft hér grettistæki. Böðvar, gjörðu svo vel. Takk að ég kærlega fyrir og þetta er mikill heiður fyrir okkur hérna. Þetta er mikill heiður fyrir okkur að fá þessa viðurkenningu og við erum mjög þakklátt fyrir það. Trén sem eru hérna í kringum okkur og mynda þetta rjóður hérna, að þau voru gróðsett einhvern svona 1985 eða þar bil og ég tók mynd hérna yfir þetta svæði þetta neðan frá þar sem við stoppum síðast og þá var þetta gjörsamlega autt. Og við prófum að stinga niður í þetta víði og öðrum slíku en það þrifst ekki, þetta var allt og þurrt og hérna undir þessu er eiginlega möl sem hefur borist fram úr læknum hérna baka okkur og þá var það fyrir fyrsta skipti sem ákváðum það að gera tilraun með að reisa skjólgirðingu. Og það var gert eftir ég las grein eftir Ólaf Njálsson í skógræktarritinu skjólgirðingar. Þegar við komum hérna í vor þá voru könglarnir, þessi fjólubláu sem er mjög ég hef ekki séð fjólubláa köngla á öðrum trjám en þöllum. Þá stóðu þeir svona beint upp í loftið og greinilega tilbúnir til þess að taka á móti frjóinu frá kallblómunum eða kallkönglunum
En þeir voru mjög svona eiginlega óásjálegir og þeir sjáu leifarnar að þið hérna þessar litlu gulu kúlur sem að hanga hérna á greininni. Og það greinilegt að vindurinn á að færa frjóið yfir á könglana, kvenkönglanna. En hérna mikið logn. Svo að ég gerði það að ganni mínu að ég sló með staf hérna undir þessa grein. Og það var eins og við mannum allt að það hvar hér allt í gula þoku, sko. Og hún límdist við allt, þannig að til dæmis gleraugun mín að þau voru þakin þessu gula dufti bæði utan og innan. En ég vona að það hafi hjálpað til við að koma frjóunum yfir á könglana. Nú þeir ekki lengur upp, nú snúa þeir niður og við erum ákveðin í því að safna þeim hérna í haust og sjá hvort að einhverju vilji rækta upp af þeim.